Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessu sinni tekin hérna upp í Menningarhúsinu Hofi fyrir ofan veitingastæðin 1862 Nordic Bistro. Þátturinn í dag, hann einfaldlega helgaður sjómannadeginum eða sjómannadagshelginni eins og maður kannski upplifir að hún sé orðin þessar mundir. Við ætlum að fara víða land og fræðast það hvað verður að vera. Við skellum okkur til Vestmannaeyja, Reykjavíkur, Eskifjarðar, Ólafsfjarðar, á Krókinn og bara allt land held ég eiginlega. Og fræðumst það sem verður að vera. En við ætlum að byrja hérna á Akureyri og kannski byrja á þér, hvers vegna sjómannadagurinn yfirleitt? Ég minn einni. Hann nú búinn að vera til síðan 1938. 1939 var hann fyrst haldinn hátíðlegur hérna á Akureyri. Og þetta náttúrulega bara, hann kemur í lög sem frídagur sjómanna 86, minnir mig. Og síðan semjum við einn viðbótardag, þannig að þetta 3 daga frí. Þetta hátíð sjómanna og þetta bara algjörlega nauðsynlegt að sjómenn komi saman allir, eða sem flestir, einu sinni á ári. Sjómenn og fjölskyldurnar? Já, fjölskyldurnar. Þetta náttúrulega fjölskylduhátíð, þessi dagur sem að fara í hönd. Og hvað verður í boði á sjómannadaginn á Akureyri? Það verður bara ýmislegt. Við byrjum í kvöld með siglingu með Hána og það verður tónleika með Altagerðisbræðrum, Óskari Péturs og Pétur Péturs. Á morgun verður svo svona skútukynning frá Nökkva og skútegundum bara við Hofsbryggju og markaður á Ráðhústorgi. En sjálf dagskráin náttúrulega sjálfan sunnudaginn núna til heiðurs sjómönnum og það verður bara ýmislegt. Það verður sigling frá Húna, ambassador á Hafsúlunni, frá Torfanesbryggju og öllum akureyringum og gestum eru bara velkomin að taka þátt í þeirri siglingu. Þeir sigla að Sandgerðisbót og þar hitta þau alla smábátaeigendur sem eru með bátana sína þar og sigla svo aftur hingað af Hofi og þá byrjar svona formleg hátíðardagskrá 2. Þannig að verður mjög, við mælum með því að fólk verður komið svolítið vera fyrir 2 til að sjá alla bátana koma að. Það er mjög skemmtilegt að sjá það. Svo erum við með Söngvaborg og Masa fyrir yngstu krakkana og Frikki Dór og Jón Jónsson spila og syngja og Lúðrasveit Akureyrar og Blástursveit tónlistarskólans, kvennakór Akureyrar, dansatrið frá Steps Danscenter. Þannig að þetta er bara ýmislegt. Svo verður bara hoppukastalar fyrir krakkana, andlitsmálun og bara ýmislegt skemmtilegt. Það er nú gaman að heyra þetta. Við höfum nú rætt saman í gegnum tíðina og það var útlit á tíma fyrir það að þessi sjómannadagur myndi nú bara lognast út af hérna á Akureyri. Já, þetta hefur verið svolítið erfitt undanfarin ári en þó hafa þarna strákar sem eru starfandi sjómenn hafa verið að berjast í þessu og eiga mikinn heiðurskili fyrir það sem þeir hafa gert í gegnum tíðina og eru kannski búin að halda svolítið á floti að við reynum að rífa þetta almennilega hérna upp og fá þetta hérna, okkur langar náttúrulega líka til að fá þetta hérna niður í bæ. Þannig að bæjarbúi sjái fjöldan af fólkinu og þarna er gaman og þarna vil ég vera og kemur og verður með okkur hérna og það verði vindu upp á sig, það er ósk okkar en bara til að bæta aðeins við dagskrána þá ætlum við í Sjómannafélagi Eyjafjarðar að heiðra 2 stráka sem að hafa stund á sjóinn alllengi og ætla að vera með okkur hérna og við ætlum að heiðra þá fyrir sjómennskuna og fleira. Þannig að það er gott að það komi fram. Nákvæmlega. Þetta eru Akureyringar. Lístu vel á það. Já. Við ætlum að fara að vinda okkur í þetta, að skella okkur í bara smá hringferð landið og heyra hvað er í boði á fleiri stöðum. Er ekki viðeigandi að byrja á Ólafsfirði? Það er mjög gott. Þeir eru duglegir strákarnir í Ólafsfirði og hafa haldið hátíð þar undanfarin ára með miklum bravur og eiga heiðurskilið. Nákvæmlega. Skulum bara demba okkur í þetta, fara í smá hringferð landið og fá að heyra það sem er í boði á sjómannadaginn og við byrjum á því að hún Herdís Helgadóttir fór og hitta hann Ægi í Ólafsfirði. Á sjó. Já, sjómannskan hefur eiginlega bara allt að segja fyrir svona stað eins og Ólafsfjörð. Hérna snýst allt sjóinn og hefur alltaf gert. Og allt sem tengist sjónum, útgerðirnar og sjómennirnir og þetta er bara súrefni þessa samfélags. Það er ekkert flóknara en það. Við hefðum aldrei lifað og þetta af alla þá einangrum sem var hér ef það hefði ekki verið fyrir sjómennsku og allt sem að sjórinn hefur gefið okkur. Og hvað verður gert hér á sjómannadaginn? Það verður gert mjög mikið.
Við erum með gríðarlega stóra helgi núna sem nær frá föstudegi og eiginlega fram á mánudagsmorgun og hér koma margir skemmtikraftar og skemmt okkur og við skemmtum okkur sjálf líka. Þetta fjölskylduhátíð þessa helgi. Það eru svona hefðbundnar keppnisgreinar sem við förum í hér eins og kappróður og björgunarsund og stakkarsund og reiptog sem núna orðið trukkadráttur upp í bæ en þarna keppa áhafnir skipana og það keppt verðlaunagrip sem heitir Alfreðsstöng og svo hefur verið síðan held ég muni rétt 1955 þessi stöng hefur gengið á milli og síðan erum við með útiskemmtun, við erum með útiskemmtun við Tjarnarborg á laugardagskvöldið og þar koma fram margir þekktir skemmtikraftar. Það dansleikur á föstudagskvöldið fyrir yngri kynslóðina eða bara þá sem vilja og síðan erum við með náttúrulega sjómannamessu þar sem við heiðrum sjómenn og skrúðgöngu þangað og við erum með stóra árshátíð sjómanna á sunnudagskvöldinu. Við höldum þeirri hefð að hafa dansleikin á sunnudagskvöldinu, höfum ekki fært okkur yfir á laugardaginn því að þá verður nú lítið úr sjómannadeginu sjálfum. Þannig að við erum með skemmtunin á sunnudagskvöldið og þar höfum við fært okkur úr Tjarnarborg, félagsheimilinu okkar, yfir í íþróttahúsið þar sem Tjarnarborg tók hann ekki og við erum með þarna sennilega á 400 manns í mat og skemmtun Og hver er saga hátíðahaldana hér í Ólafsfirði? Já, hátíðarhöldin þau hafa sennilega byrjað þó ég sé nú ekki alveg stutt eftir að sjómannadagarnir var fyrst haldinn hátíðlegur í Íslandi 1938. Þá hófst hér, ég hef allavega séð myndir og annað upp sem teknar eru upp úr 1940 þar sem hefur verið að keppa í kappróðri og síðan hefur verið haldið svona hefðbundnum sniði og það voru sveitafélögin á svona stöðum sem héldu þessa daga hátíðlega. Þeir skipuðu sjómannadagsráð og sáum að eitthvað verið gert en síðan bara gerðist það hér eins og á mörgum öðrum smærri sjávarplássum að þetta fór að detta niður og var ekki orðið merkilegt en á miðjan 10. áratug síðustu aldar þá ákvað Sjómannafélag Ólafsfjarðar að gera eitthvað í málinu og upp úr því tók sjómannafélagið bara yfir þennan dag og hefur séð hann síðan með miklu myndabrag. En þetta hefur þróast þannig hjá okkur að þetta alltaf eiginlega bara að stækka og verða meira og það bara hið besta mál. Við ætlum að halda áfram að tala sjómannadaginn og því næst ætlum við að fara yfir til Skagafjarðar, nánar tiltekið á Sauðárkrók þar sem hún Birna Pétursdóttir hitti Laufey Kristínu Skúladóttur hjá sveitarfélaginu. Já, fyrir mig snýst það náttúrulega aðalum það bara að láta mig byrja að hlakka til. Það er ofsalega gott fólk inn í firðinum sem sér megnaðarskipulagningunni og þetta er fólk sem tengist á sjávarútveginum, ungt fólk sem að vinnur í greininni, sem að ber hitann og þungan af skipulagningunni og hefur gert það með miklum bravúr síðustu ár. Er þetta dagur sem vanalega er vel sóttur hérna? Já, alveg tvímælalaust. Þetta er orðið bara svona að stórri bryggjuhátíð. Það verður laugardaginn 4. júní er allt fullt af fólki hérna á bryggjunni og hægt að gæða sér á ýmsu góðgæti. Þeir grilla pylsur og gefa og það er allt ókeypis. Það er dorgveiðikeppni sem er byrjað á morguninn og svo er hægt að fara í siglingu á þessu flotta skipi hérna, Málmenni. Og svo það er klukkan 12 og svo eftir það er alls konar skemmtilegt í gangi hérna á bryggjunni. Og þið búið náttúrulega vel að því hérna í Skagafirði að það er haldið upp á sjómannadaginn tvisvar eða hvað? Já, þetta er nefnilega alveg heil helgi. Við byrjum hérna á laugardeginum hérna á Sauðárkróki og svo er á sunnudeginum á Hofsósi. Þannig að við getum alveg skemmt okkur 2 daga í röð í tilefni þessa skemmtilega dags. Sjómannadagurinn skiptir marga miklu máli en svona menningin í kringum sjómannadaginn og sjómennskuna hefur breyst mikið gegnum árin. Er þetta samt sem áður þýðingamikið fyrir fólk hérna? Já, alveg tvímælalaust. Þetta er náttúrulega svona vissuleyti uppskýruhátíð þeirra sem að vinna í greininni og er svona skemmtilegt tækifæri fyrir alla sjómennina að koma saman og gera sig glaðan dag.
svo þetta náttúrulega líka það sem við sem horfum á þetta utanfrá þetta alltaf að verða lokaðri heimur, þú veist, bryggjusvæðin eru verða lokuð af og fólk má ekkert vera að vesenast óþörfu, þannig að þetta líka svona, þetta opnar svolítið heiminn fyrir þessa sjómennskuna fyrir okkur sem sem stöndum svolítið utan við, bara venjulegum bæjarbúum og fólki í bænum hefur alveg nýtt sér það tækifæri að koma og gleðjast með sjómönnunum og skoða bátana og þú veist, þeir eru svo með furðufiskasýningu þar sem er að skoða alla fiskana og sýna börnunum, þannig að fólk mjög ánægt með að hafa þetta tækifæri. Það eru svona ákveðnir atburðir eða viðburðir á sjómannadegi sem hafa svona alltaf verið vinsælir. Er eitthvað hér sem er svona sívinsælt? Já, það er náttúrulega siglingin með skipinu, það er alveg fastur liður og í fyrra vorum við svo heppin að kom þyrla sem að sveimaði svona yfir meðan að báturinn var úti og það er alltaf alveg pakkfullt á skipinu þegar siglir af stað. Svo er náttúrulega þetta dæmigerða svona leikir á milli sjómannanna og milli áhafnanna sem er náttúrulega alltaf rosa skemmtilegt að fylgjast með. Þeir ætla vissi ég að breyta aðeins til þetta árið og koma með svona nýtt tvist á það, þannig að við getum laka til að sjá það, sjómennina etja kappi í kappleikjum.